sért þú bara hræðileg manneskja sem ert einhvern veginn að svíkja allt sem að þú hefur verið að tala um gennum tíðina og það sem að Viðreisn hefur verið að gera gennum tíðina. Við erum hérna með viðkvæman hóp sem að dómsmálaráðherra er að níða með því einmitt að berja niður til dæmis fjölskyldusameiningar sem að náttúrulega vinnur gegn inngildingu út af við vitum það að þegar fólk fær að sækja sína nánustu að þá eru þeir líklegri til þess að aðlagast í samfélagi sem að fyrir er. Það er allt sem að við kemur því hvernig þú ert að reka stefnu 8, tortryggni, hatur sjálfvel hefur verið sagt. Þú kannt þessa rullu mjög vel. Að sjálfsögðu. Þannig að ég velti fyrir mér sko með þessar efasemdir þína stefnu sem að náttúrulega kemur held ég frá minnihlutahópi og þá er ég ekki að tala um útlendinga sem minnihlutahóp heldur þeim minnihlutahópi sem að hefur bara engar áhyggjur af þessum málum. Út af því að núna til dæmis Arndís Anna var að segja að Rauði krossinn var að reyna að fá einhverjar upplýsingar frá þér sem þú værir lengi að svara eða hefðir ekki svarað. Hefurðu áhyggjur af því að þessir málsvarar sé einhvern veginn kaffærðir? Þú nefndir áðan að þú hefur að hlusta á podcast þar sem ég satt hjá þér að ræða útlendingamál áður en ég var ráðherra. Þú nefndir líka að ég væri að tala með mjög svipuðum hætti og ég gerði þá. Ég upplifi nú ekki að þessi hópur sé sérstaklega kaffærður. Það er nægt pláss. Ég er mjög vel meðvituð hvað þau eru að segja og þau nota stór orð, hræðileg manneskja og rasisti og sitt hvað fleira. Hatur og einmitt að níðast á fólki og svona. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.